Bara frekar stór sigur hjá okkur, alvöru leikur, mikið barist, hvað skóp þennan? Við náðum forystu sem svona kannski pínu redda okkur í svona spilamennskunni í lokin. Ég fannst við vera, persónulega bara þreyttur, fann ég, og það einhvern veginn náða svona einhverju errorar, það er sóknarlega og varnarlega sem svona komið inn í leikinn. Við vorum með góða forystu sem svona kannski var nóg til að klára leikinn, en við náðum að setja kannski stór play í lokin til að senda á frá okkur. Já, þið komist þarna 5 stigum yfir, þeir eru 5 stigum yfir, þið klikkið og þeir fara að rjúka af stað. Já. Og þeir fara ekki í, ég held að flestir að búist að taka snöggt skot, þið hissa að þeir fóru ekki í snöggt skot til að fá 2 sóknir, heldur bara, það var ekki fyrir það var minn en skotklukka eftir þegar maður kom upp. Ágætis punktur þar. Ég bara á ég var hreinskilinn við því, þá vissi ég voða lítið hvað var í gangi í lokin. Pælingin var ekki hvað klukkan væri, bara við værum yfir og við myndum ná að forsa á því eitthvað erfitt, og kannski sáu þeir ekki eitthvað sem átti á rótni, en það hafði ekki bara verið nokkuð varnarplay í lokin sem stoppaði þetta, og svo þeir átt sens í eitthvað annars. Já, það er eiginlega bara mjög skemmtilegt að horfa á ykkur hlaupa í transition, það er eiginlega bara virkilega skemmtilegt, og þú sjálfur, með fljótari mönnum, þú tekur 2 þrista í horni og setur báða og restinn einhvern veginn dettur ekki? Já, ég það var kannski bara aðeins og peppaður og hélt maður að vera að finna sig, en svo var ekki. En það er náttúrulega bara, ef maður er að vinna í einhverju, þá er maður að reyna að skjóta þig, og maður er að hugsa bara næsta skot bara ofan í. Bikar á mánudaginn, held ég, óttast ekki á mánudaginn, heldur þú að vera fríska menn aðeins við í liðinu? Ekki spurning, það er bara recovera, 2 dagar í recovery, og það er eins gott að gera þetta vel, því að Valsar eru mjög góðir, og þetta er bikarleikur, við erum að heimavelli, og við verðum að spila mikið betur en við gerum í dag, ef við ætlum að taka Valsar. Takk fyrir.